Góða kvöldið, kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV Akranes höllina. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur hérna í gegnum þennan leik í fyrstu umferð Mjólkurbikars karla. Það er Kári sem tekur á móti Létti. Káramenn hafa gert garðinn frægan undanfarin ár í bikarkeppni karla. Það er hérna gaman að rifja það upp að hérna árið 2018 náðu þeir sínum besta árangri. Það náttúrulega er sumar sem er okkur í fersku minni. Frábært tímabil hjá þeim það árið þar sem þeir náðu í 16 eða úrslit og töpuðu þar í framlengingu fyrir Víkingi frá Reykjavík hérna í Akraneshöllinni í reynd stórkostlegum leik. Einnig árið 2021 náðu þeir í 32 eða úrslitin þar sem þeir töpuðu á heimavelli gegn KR. Önnur ár hafa kannski ekki verið eins góð en yfirleitt komist upp úr fyrstu umferðinni og þetta er einmitt eins og segir leikur í fyrstu umferð gegn Létti. Þessi lið hafa mæst tvisvar sinnum áður í bikarkeppninni ef að talið er með leikur Bruna og Léttis árið 2002 og samkvæmt gagnagrunninn KSÍ að þá eru Bruni og Kári sama lið og ég held að ég hitti Sveinbjörn Geir Hlöðversson hérna áðan, herra Kára, og hann sagði það væri bara akkurat þannig og sá leikur árið 2002 tapaðist 3-0 þar sem að Léttismenn fóru með sigur. Það er eini sigur Léttis á Kára í sögunni. Síðast mættust þessi lið í bikarnum árið 2017 hér á Akranesi þar sem að Káramenn sigruðu Létti 6-2. Að auki hafa þessi lið mæst einu sinni í deildabikar, það var árið 2015 og þar sigraði Kári 3-1, þannig að þessi lið hafa ekki verið saman í deild og þar af leiðandi ekki mikið um innbyrðis viðureignir en þessi lið er að keppast að komast í aðra umferðin og það er nú þegar ljóst hvaða liði sigurvegarnir hér mæta og það er Árborg sem að býður í annarri umferðinni og við skulum renna yfir byrjunarliðin bara snöggvast hjá Káramönnum með liðið svona skipað að númer 12 í markinu er Bjarki Rúnar Ívarsson, númer 3 er Marino Hilmar Ásgeirsson, númer 4 Hafþór Pétursson, númer 5 er fyrirliðinn Sverrir Mar Smárasson, númer 9 Fylkir Jóhannsson, númer 18 Sigurjón Logi Bergþórsson, númer 19 Elís Dofri G. Gylfason, númer 21 Björn Darri Ásmundsson, númer 22 Axel Freyr Ívarsson, númer 29 Börkur Bernhard Sigmundsson og númer 57 Arnar Már Kárasson. Léttisliðið þannig skipaða í markinu er númer 1 Jóhann Bjarki Birgisson, númer 3 er Kristófer Davíð Traustason, númer 6 er Premislav Lewandowski. Veit ekki til þess að hann sé skildur hinnum fræga Lewandowski en var nú gaman ef það væri. Sigurður Tómas Jónsson er númer 9, númer 10 er fyrirliðinn Ari Viðarsson, númer 13 er Örn Óli Sveinsson, númer 14 Jón Ágúst Engilbertsson, númer 16 Aron Ingi Sveinsson, númer 17 Oliver Úlfar Helgason, númer 19 Ágúst Freyr Axelsson og númer 22 er Ómar Atli Sigursson. Varamennirnir í dag eru þessir hjá Káramönnum er Gabriel Ísak Valgeirsson, Nikolás Ísar Bjarkason, Tómas Týr Tómasson, Hektor Bergmann Garðarsson og Haraldur Sturlason, Fjalarud Sigursson og Gísli Fannar Ottesen. Án númers á skýrslu allavega þegar þetta var gert. Aron Ími Pétursson er þjálfari þeirra og á bekknum hjá Létti eru Gunnar Olgeir Harðarsson, Egill Sigursson, Baltasar M. Vedholm Gunnarsson, Kristján Daði Runólfsson, Arnar Freyr Hrólfsson, Mikael Jóhannesson og Róbert Ingi Hrólfsson og þjálfari þeirra er Andri Magnús Eysteinsson. Dómaratríóið er mætt í hús og það er Guðmundur Páll Friðbertsson sem flautar hér í dag. Rögnvaldur Þótt Höskuldsson og Kjartan Már Másson eru með honum til aðstoðar og en svona fyrir þá sem ekki kannski þekkja mikið til að þá er Léttir einhver svona margir myndu kalla varaliðið eða venslaðið IR í Breiðholtinu. Spiluðu síðasta ár í fjórðu deild karla og enduðu þar í 5. sæti sériðils og munu spila í hinni nýju 5. deild núna í sumar í A-riðlinum þar. Káramenn eins og við vitum spila í 3. deildinni í sumar líkt og síðasta tímabil. Þannig að fyrirfram mætti áætla að
Káramenn séu líklegri hér í kvöld en bikarkeppni er bikarkeppni og þegar við Sveinbjörn vorum að rifja upp þennan leik frá 2002 þá einmitt Svenni myndi nú betur eftir honum heldur en ég og hann vildi meina að það hefði verið ósangjarnt tap eða svona skandalstap eitthvað en alls konar skandalar geta gerst en Káramenn að koma inn í þennan leik eftir 3 leikja taphreinu í keppnisleikjum það eru leikir gegn Ými sem var hér í deildabikarnum síðasti leikur sem við sáum með þeim hérna á IATV sá leikur fór 5-1 fyrir Ými Víkingur Ólafsvík sigraði þá þar áður í 4-1 í Ólafsvík og síðan sáum við þá tapa hér gegn Reyni Sandgerði 2-1 þannig að Káramenn búnir að vera í smá lægð en við vonum að sjálfsögðu að við fáum fyrst og fremst bara skemmtilegan leik og að sjálfsögðu væri heimasigur vel þeginn en sýnist að vera gestirnir sem að hefja leik Káramenn í sínum fallegu rauðu búningum og svörtu stuðbuxum síðan Arnar Már Kárason að stilla sér upp hérna í hægri bakvarðarstöðunni Sverrir Mar og Hafþór Pétursson í miðri vörninni Léttismenn byrja á að senda boltan beint út af Fylkir kom inn hérna djúpur á miðuna lengi vel í lengi bikarnum spilaði í nýjunni svo kallari var frammi þar sem að Marino Hilmar núna vissulega í búningi nr. 17 ekki nr. 3 eins og stóð á leikskýrslu en Káramenn hérna að strax að reyna að sækja fínasta vörn hjá Léttismönnum má búast við því að sýnist að vera Börkur sem er í vinstri bakvarðarstöðunni Axel Freyr á vinstri kantinum Arnar komin hérna ofalega á völlinn Arnar Már með boltan inn á fjær aðeins siglir gegn allan pakkan Axel heyrðir hann upp kemur hann tilbaka á Börk Fylkir síðan aftur á Börk og sjáum að Léttisliðið allt tilbaka myndi nú gera athugasemd við svona allavega ef þetta væri svarthvítt þá væri liturinn á dómaratreyjunni ekki sérstaklega hentugur í dag ákaflega líkur búningum Léttismanna sem að spila hérna út frá marki pressan hjá Káramönnum skilar árangri Jón Ágúst, Aron Ingi hérna í vörninni hjá Létti þá koma Oliver upp í hornið sendingin fyrir markið Arnar Már kemur þessu frá Sigurjón nær ekki til bolta hans og sjáum að pressa stíft og maður allir út til hægri Sigurður og Káramenn búin að vinna boltan Sigurjón upp í hornið á Axel, hann á mikilli ferð hérna hægir á sér, býður eftir meðspilurum hérna kemur honum út á Björn Darra sem að sendingin aðeins svo framalega Kristoffer mikilli uppráð sérna ekkert boltinn ekki út af boltinn sem fyrir markið hér Káramenn koma þessu frá en beint í skotið þarna á Ómar Atla hann ekki að stýra þess á markið Káramenn spila út Börkur tilbaka á Hafþór
Sverrir á Arnar. Þannig að þeir eru hérna fyrir aftan fremstu línu, Sigurjón og Björn og Dofri sem að svona rúlla svolítið á milli sín hérna. Arnar Már bara eins og vængmaður hérna. Sverrir pressaður og innkast. Ari fyrirliði og þvælast fyrir fyrirliða Káramanna. Marino tekur boltan niður og brotið á honum hér og Káramann fá aukaspyrnu á fínum stað. Spurning hvort að sjáum þetta fín fyrsta snerting hérna hjá Marino og það Aron Ingi sem að brýtur á honum. Fylkir Arnar Már á Björn, aftur út á Arnar. Fylkir síðan aftur á Arnar Má, upp í hornið á Björn sem rangstæður. Þetta klaufalegt. Bolti fram, Arnar Már ekki í vandræði með þetta. Ari setur hann út á Kristófer. Kristófer með netta klopp á Dóra hérna. En Dóri bara næra á boltanum. Það fullt af leikjum í Mjólkurbikarnum í kvöld. Þróttur Reykjavík tekur á móti Stokkseyri, Berserkir, Mítas taka á móti Smára, KFG tekur á móti Höfnum, KB á móti Kríu, Úlfarnir á móti Þrótti Vogum, Selfoss á móti Álftanesi, Hvíti Riddarinn á móti GG og RB að taka á móti Álafossi klukkan 8. En sýnist nú sem svo að það eru ekki stöðugar uppfærslur af þessum leikjum inn á svona þeim miðlum sem við höfum stuðst við í gegnum tíðina. En Fylkir með nokkuð hressilega tæklingu þarna og þeir ná boltanum. Sigurjón missir á honum. Axel á Fylki, hann með fína sendingu. Björn missir hann aðeins frá sér og hann endar hjá Jóhanni. Hvíti Riddarinn þó komnir í 2-0 gegn GG frá Grindavík. Eftir 18 mínútur. Kannski ekki úr vegi að minna á rólegheit hérna í leiknum eins og og framundan hjá okkur á IA TV einn leikur í næstu viku þar sem að meistaraflokkur kvenna hjá IA tekur á móti Sindra í Lengjubikarnum miðvikudaginn 5. Sá leikur hefst 17:45 og við verðum að sjálfsögðu með hann í beinni útsendingu. Oft verið skemmtilega leikir milli IA og Sindra, þær hafa mæst oft undanfarin ár. Boltinn tilbaka á Jóhann. Jóhann með hann langan hérna fram beint á Arnar Má sem að skallar hann á Björn. Björn tilbaka á Arnar. Arnar tekur á rás. Finnur Dóra. Hann sé hann upp í hornið á Björn. Björn að halda þessum inn á, kemur hann inn á teginn. Boltinn rekkur fyrir Dóra, leggur hann út á Sigurjón sem fer í skotið og skorar fyrsta markið fyrir Kára. Fínasti spilkafli endaði með dauðafæri sem að Sigurjón gat ekki misnotað. Klárar hann hérna fastan niðri með vinstri. Fínasta uppspil hjá Káramanni hérna. Arnar Már á Dóra. Björn
nær þessum inn á tegin, aftur á Dóra, heppinn þó að boltinn rökk til hans þarna og Sigurjón algjörlega óverjandi fyrir Jóhann og Káramenn komnir í bílstjórasætið. Og koma léttismenn, þessi sending beint á Arnar Má og vinna hann aftur. Boltinn beint síðan í fangið á Ómar átti sendingur hann upp í hornið á Kristófer sem hérna á vinstri kantinum hjá Létti. Þetta akkurat það sem að Káramenn í rauninni þurfti, bara mark snemma. Það það sem að hefur vantaði til dæmis hjá þeim á móti í mig að leiður lenda undir. Þá hafa þeir verið í smá basli með að svona, hvað maður að segja, hemja óþolinmæðina. Sigurjón sterkur þarna, en boltinn af Örnólfi og út af, ekkert brot. Þannig að Börkur á Sigurjón aftur á Börk, tilbaka á Fylki. Þrátt fyrir að Fylkir hafi verið nú yfir við að skora hérna þegar hann var að spila frammi, þá finnst mér þetta vera besta staðan hans og þarna er hann bestur fyrir Kára, held ég. Löngsending upp í hornið á Börk. Börkur finnur Axel inn á tegnum. Axel síðan leggur hann þvert fyrir tegin aðeins og framalega fyrir Björn. Og Kristófer sá hérna Dofri G. Gylfason eitthvað að fá eitthvað tak í lærið, sýndist mér. En hann heldur áfram. Það er aldrei sniðugt að halda áfram. Fyrst það var fengið einhverja tóknun hann aftan í lærið. Þannig að ég býst fastlega við því að Dofri G. Gylfason klári ekki þennan leik. Elís Dóri auðvitað þá er spurning hver kemur inn á fyrir Elís. Ég geti trúað því að Nikulás Ísar Bjarkason sé sá sem verði fyrir valinu. Elís Dofri er sestur. Elís Dofri er farin af velli og mér sýnist það að vera Nikulás sem að kemur í staðinn. Já, þetta er ekki góða fréttir fyrir Káramenn. Elís Dóri, einn af lykilmönnum liðsins. Ekki aldrei góða fréttir, en þetta eru 4 til 6 vikur ef að þetta fer eftir. Þetta getur verið þrálátt. Þarna þessar tóknarnir aftan í læri, en þá er betra að vera ekkert að erta þær upp með því að reyna of mikið á þær. Nikulás kominn inn á og það er fyrsta hornspyrna Léttis í leiknum. Kemur boltinn inn á fjær og Hafþór missir hann yfir sig, kemur skallinn að marki, hann er laus og Bjarki ekki nokkrum vandræðum. Snöggur að kasta þessu fram. Nikulás strax kominn í boltan hér. Missir boltan. Arnar Már gerir vel, vinnur innkast.
Hafþór fær boltan hérna tilbaka. Fylkir á Sverri. Hafþór með skemmtilega sendingu aftur yfir á Sverri. Sverri kemur með eitt langan hérna skábolta. Þetta sjáum við mjög oft frá Sverri Mar. Börkur kemur hérna á ferðinni. Fyrir yfir á hægri, setur hann inn á yfir Marino. Þeir ná að hreinsa þetta frá. En Börkur fær hann til sín aftur. Axel reynir að finna Björn, gengur ekki og léttismenn hreinsa þetta út af og innkast. Marino kemur honum hann að stýra honum á Sigurjón. Sigurjón er komin upp að endamörkum, reynir skotið en Jóhann nær að verja. Og hotspinna sem Káramenn eiga. Sáum þetta aftur hérna. Sigurjón að minna á sig hérna á sóknar helmingi. Kemur Fylkir, tekur þetta stutt, Marino býður sig. Aftur á Fylki, þetta frábærlega gert en rangstaða dæmd væntanlega á Fylki. En hugmyndin skemmtileg engu að síður. Sjáum þetta hér. Já, ég ekki alveg, mögulega þetta og líklega þetta rétt. Arnar Már setur hennar bara upp í loft. Skynsamlega gert. Já, hann dæmir innkastið. Það Jón Ágúst sem tekur það fyrir létti. Þetta eins og þessi regla á að vera í mínum huga. En boltinn upp í hornið á Sigurð en hann missir boltan aftur fyrir. Sigurður Tómas Jónsson 22 ára þessu ári. Engin varamarkmaður í hópi á Káramönnum í dag. Sverrir stingur í gegn á Sigurjón. Þægileg, fékk smá þjónustu þarna frá Aroni. Sigurjón með boltan inn á teiginn. Og það Marino Hilmar í sínu fyrsta færi. Stangar hann. Vel framhjá þó. Frábær snúningur hérna hjá Sigurjóni. Og Marino þurfti að teygja hausinn í þennan. En það náttúrulega fyrst og fremst tilkoma Marinos sem hefur fært Fylki aftar á völlinn. Kannski meir en margt annað. Og kemur Jóhann með slaka spyrnu beint á Marino. Hann ekki að taka niður. Börkur. Sigurjón aftur á Börk. Framalega Börkur nær að halda þessi inn á. Börkur á Axel. Axel síðan út í teiginn. Góð hugmynd. En þeir ná að verjast. Þetta út á Kristófer. Kristófer ætlar að skipta í fyrsta. Gengur ekki. Þegar ég myndist á markverðina hjá Kára, þá auðvitað Logi sem hefur verið í markinu hjá Kára á Spáni með meistaraflokk karla í æfingaferð. Að sjálfsögðu einnig markverður í öðrum flokk. Fylkir vildi nú fá aukaspyrnu þarna, fékk ekki. Börkur sér Axel þarna með smá plás. En Ágúst Freyr til varnar.
Axel nær honum. Axel tekur hann á. Finnur nánast í Sigurjón. Ekki alveg þó. Marino ætlaði að taka hann á hælinn, hann gekk ekki. Staðan er þá 1-0 eftir 19 mínútna leik. Sverrir kemur út úr vörninni hérna, Ari sér við honum en Arnar Már dekkar hann vel. Kría komnir í 1-0 gegn KB. Það eru sem ég sagði, það eru Árborgamenn sem að bíða. Káramenn hafa nú mætt Árborg áður í bikarkeppninni og haft betur. Sjáum þetta er full kæruleysisleg sending hérna á byrni. Björn brýtur síðan af sér hérna. Ari klókur þetta, steig hann út. Björn Darri svo sem ekki alveg sammála þessu eins og gengur gerist, en sýnist Ari ætla að taka þetta sjálfur. Það er akkurat svona sénsar sem að léttismenn hafi örugglega fyrirfram vilja fá. Og hér er einhver hamagangur inn í við vítateigslínuna. Kristófer endaði þarna í jörðinni. Hver var það sem að það var Sigurjón sem fær smá spjall. Ég veit nú ekki hvort að þetta náðist í mynd svo sem en það er allavega, þetta er leyst í mesta bróðerni. Sjáum hvort þetta kemur hérna. Það kemur aukaspyrnan og hún er beint í fangi á Bjarka og máttlítil. Allar léttismenn að pressa framalega hérna. Bjarki yfir á Hafþór. Leyfa Hafsendunum og Bjarka að vera með boltan. Kemur langur bolti fram, Björn á harðar hlaupum en vel gert þarna hjá Jóni Ágústi. Lengi að koma sér tilbaka þarna. Nikulás aftur á Björn, hann á Arnar Márinn að tegin, skalla frá. Fylkir tekur frákastið yfir á Börk. Fylkir lyftir þessu inn á tegin. Nikulás er rangstæður þarna. En þetta var virkilega skemmtilega gert. En skallinn hitt ekki á markið. En sendingin stór skemmtilega þarna frá Fylki. Þetta er akkurat það sem hann gerir. Og Nikulás nær ekki að stýra skallanum á markið en skemmtileg tilraun. Jóhann með spyrnuna fram, gengur betur núna beint á kollin á Sigurjóni þó. Skalla síðan frá af Örnólfi og út af Börkur. Hann tilbaka á Hafþór, þar hann aftur. Og Fylkir er að snúa. Kemur hann á Sverri, hann er undir pressu. Tilbaka á Bjarka. Fylkir missir hann frá sér, þetta er hættulegu leikur þarna. Og tilbaka á Bjarka. Bjarki áþrengtur. Það er að koma sér einhver stemming í léttisliðið. Það er svona fulltæft svona. Nikulás tilbaka á Arnar. Arnar skiptir yfir. Að láta á þurfa að færa liðið svolítið hratt. Hafþór með hann langan upp í vinstra hornið. Axel eftir en Jóhann út úr markinu.
Fyrir hálfleikur rúmlega hálfnaður. Það er bara mark frá Sigurjóni Loga Bergvinssyni sem að skilur liðinu að. Hafþór fer hérna með hörku í Ara. Og uppsker aukaspyrnu á miðlínni. Ari aldursforseti léttis, fæddur 94. Skiptir út á Kristoffer tekur hann á kassan, Arnar Már til varnar, Kristoffer kemst fram hjá honum og Arnar Már brýtur á honum og fær fyrsta gula spjaldið hér í kvöld. Arnar Már Kárason, þetta var vel gert hjá Kristofferi. Sjáum hérna fyrst móttakan áræðin og Arnar Már fer aftan í hann hérna, ekkert við þess að segja. Boltinn aftur inn á teiginn, Hafþór stekkur hæst og kemur þessu frá. Boltinn út og skoppar hérna eins og í boltaspili. Jón átti loft upp Fylkir, fyrstur á hann. Jón Ágúst aftur, Nikolás pressar á hann en Jón sterkur hérna. Nær að skila honum út af. Ringkastið beint á kollinu á Arnari Má en Bjöttari sendi ekki frá ekki nákvæm. Fylkir skiptir yfir beint á léttismenn, kemur boltinn í gegn hérna beint á Bjarka. Gestirnir hafa aðeins svona fært sig upp á skaftið hérna, eru óhræddari við að pressa hátt, þeir hafa kannski séð hversu svona óöruggir Káramenn virka. Axel með fína sendingu á Marino, Marino nær að snúa, kemur honum á Sigurjón, Sigurjón þeir ná að takla þetta frá honum. Þetta endar hjá Kristoffer hérna, Nikolás pressar á hann og gerir þetta vel og boltinn út af. Björn er ekki að taka með sér þarna. En er hann ekki að finna samherja hérna úr kastinu. Nikolás á Marino, leggur hann tilbaka, beint á Lewandowski og Arnar Már setur hann síðan út af. Kemur Jón eða innkastið, enn á finnur hann Arnar Má. Sigurjón tilbaka á Fylki, Bjöttari á Nikolás. Nikolás nær að finna Fylki. Já, Káramenn aðeins að ná að þrýsta léttismönnum niður núna, ýta þeim frá sér. Hafþór aftur yfir, nú er þeir aðeins að kemur Sverri með hann, háan inn fyrir Bjöttari, nær ekki til boltans, skalla frá Kristoffer. Nikolás vinnur vel tilbaka. Börkur. Marino tilbaka á Fylki, þetta er erfitt. En boltinn endar hjá Axeli. Axel fær hann aftur. Mættu kannski skipta hraðar milli kanta
Þannig ég á að hafa skoðun á þessu. Svona láta aðeins reyna meira á fæslunar hjá Létti. Svona þess að þreyta á í vörninni. Það er á svona frekar þægilegum hraða ennþá fyrir gestina. Kemur boltinn upp í hornið. Ari. Fullt af bláum treyjum í tegnum. Boltinn inn á fjær. Arnar Már verður bara að setja hann aftur fyrir og í horn. Leikurinn að spilast ágætlega fyrir gestina sem að Káramenn hafa ekki alveg náð að fylgja eftir þessu marki. Þetta eru tækifæri sem að Léttismenn vilja fá. Arnar Már skalla frá næstinginni. Ómar út á kantinn aftur. Oliver, ekkert brot. Marino finnur Björn Darra. Björn Darri tekur hann með sér og flegi ferð hérna. Örnólfur eftir hann og frábær tækling hjá Örnólfi. Hrein og fín. Barabolti, óvilt að segja barabolti, en alltaf tekur boltan fyrst. Virkilega, þetta er áhættusöm tækling en hún borgaði sig í þetta skiptið. En innkast sem að Káramenn eiga hérna Björn í sig. Arnar Már fær hann aftur. Kemur með fyrir allt og einarlega. Og Jóhann enda með boltan. Ómar yfir á. Kemur langur bolti inn að tegnum Bjarki í smá vandræðum en rangstaða dæmd að vara. Björn sendingu frá honum ekki góð. Heppinn með Léttismönnum hérna og Sverrir Frítur og Kristófer. Nú svona snirtilega. Tekur þetta stutt. Jón tilbaka á Jóhann. Kemur pressan frá Káramönnum, kemur langur bolti fram, Lewandowski rétt missir á honum, nei fyrirgefið, þetta var Sigurður Tómas. Sigurður er ekki að snúa, Ómar tilbaka. Sigurður Tómas missir hann frá sér. Axel, hérði á honum boltan, Sigurður. En Axel eldir og vinnur innkastið. Sigurjón fleitur hann áfram á Marino. En Léttismenn vinna boltan aftur. Oliver. Aron meðan skiptir langt á kollin á Berki. Og geta Káramenn sótt hratt. Sigurjón með snögga skiptingu hérna yfir. En Jón Ágúst gerir þetta vel. Marino sterkur. Leggur hann á Björn. Björn á Sigurjón sem að fyrsta snertingin svíkur hann. Þetta er alls ekki nógu gott hjá Káramönnum eins og staðan er núna. Oliver. Sending út af hjá Ágústi.
Sigurjón finnur ekki samherja. Ómar spytum boltanum í dómarann og þá eiga léttismenn að fá hann. Langan bolta fram, Sverrir Mar skallar þetta frá, finnur Fylki í fætur. Fylkir lyftir honum inn fyrir Marino á flegiferð inn fyrir Marino nær boltan, nær ekki að taka með sér og Örnólfur síðan reynsar langt fram völlinn. Þetta þarna hársbreyt upp á hjá Marino. Oft eru fleiri í stúkunni á Kára-leik. Kannski eru hverju komnir í páskafríið bara. Þetta er úr bænum. Ágúst hérna grimmur í bakinn á Nikolási, komst upp með það. Lewandowski upp í hornið á Ágúst með fyrirgjöfina inn á fjær og Arnar Már ætlaði að setja hann aftur fyrir held ég en náði að koma hann frá í staðinn. En það er eitthvað svona titringur í Káramönnum, óöruggir á boltanum, óöruggir í sendingum, móttökum. Það er eitthvað sem maður þarf að brýna hvort að spennustigið er ekki alveg rétt. Jón kastar inn á Ara, Arin er að koma sér í skotfæri og hann er vel fram hjá. Sjáum við þetta aftur hérna. Ari gerir þetta vel. Hann er ekki miklu jafnvægi þegar skotið kemur. Arnar. Sendingin beint á Ómar. Ómar kemur hún fram völlinn á Ara. Lewandowski á Örnólf. Örnólf síðan lyftur honum hérna í áttina að Ara sem hann nær ekki til boltans. Hann er rangstæður líka. Skipting yfir, þetta er akkurat það sem ég er búinn að vera að bíða eftir að sjá hérna. Hafþór með fullt af plássi, finnur Börk, Börkur síðan á Björn og snertingin, fyrsta snerting, svíkur hann. Enn eina ferðina eru Káramenn að missa boltan. Ágúst Freyr hérna skarta sjálfsíðum hárlit, hérna held ég hrósunum bara fyrir þetta, svona páskaunga litur. Þetta er örugglega eitthvað árstíðabundi hjá honum. Bara virkilega vel gert. Það er alltaf gott að fá smá lit í tilveruna. Það er það Oliver og Ómar. Sendingin fyrir aftan Kristoffer. Sverrir á Bjarka. Bjarki kemur langan, beint á Björn. Sendingi frá Birni erfið fyrir Nikolás en Fylkir. Sverrir yfir að Hafþór. Svo Börkur lyftur honum langt frá Marino. Þetta er inn fyrir Örnólf. Marino komin í færið og skotið fram hjá markinu. Það hlaut að koma að því að þetta gengi upp. Þeir næðu að tengja. Fínasta sending hérna inn fyrir næri yfir Örnólf en
skoti frá Marino framhjá. Jóhann á Ágúst. Sigur Tómas. Það er að snúa. Finnur Ara, hann með sendingun inn fyrir í fyrsta á Ágúst. Og Ágúst flaggaður rangstæður seint og síðan meir. Ég er ekki viss að þetta hafi verið. Þetta var allavega þá mjög tæft. Sjáum þetta hér. Nei, ég skal ekki segja. Af þessu myndum að dæma þá held ég að þetta hafi ekki verið alveg rétt. Vissulega er sjónarhornið ekki alveg það sama en falleg spil hjá gestunum. Björn. Yfir á Hafþór. Fylkir. Skiptir yfir. Já, þetta er nær í lagi. Kötta út milliliðin. Sverrir á Arnar. Rétt 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Staðan ennþá 1-0. Arnar. Sigurjón. Börku, Fylkir vill fá hann. Fylkir. Það er nóg pláss hérna, sendingin inn fyrir á Axel aðeins og föst. En ekki alveg á sömu blaðsíðunni þarna. Maður sér það bara leið og þeir klippa út, eins og segið, milliliðin. Færa boltan hraðar á milli kanta, þá eru að finnast opnanir. Þannig að þetta er eitthvað sem ég vil sjá miklu meira af í síðari hálfleiknum hjá Káramönnum. Axel. Sverrir, við sendum hann beint í mótherja. Káramönnum vinna boltan aftur. Börkur. Axel. Á Bjöttara. En hann missir boltan. Eftir Kristoffer hann aðþrengtur hérna. Þetta er ekki markviss spilamennska hjá Káramönnum eins og er. Þeir eru að ná að lokka léttisliðið framar. Axel á Hafþór. Hafþór sem að langan fram. Örnum skallar hann frá Börkur. Það finna Sigurjón, gengur ekki. Boltinn laus og Lewandowski hirðir hann hérna. En má ekki við mannfylgdanum hérna í rauðu treyjunum Nikulás. Tilbaka á Sverri. Hann á Arnar Má. Fylkir kemur og sækir hann. Ekki svo sem útlit fyrir að við fáum fleiri mörk í fyrri hálfleiknum. Bjöttari með fína snúning hérna inn fyrir á Nikulás. Hann er ekki rangstæður en missir hann frá sér en næra. Ég hefði átt að segja þetta miklu fyrr. Ég var varla búinn að sleppa orðinu að væri ekki útlit fyrir fleiri mörk í fyrri hálfleik þegar Nikulás Bjarkason
bætir við öðru markinu fyrir Kára. Virkilega vel gert, virtist nú hafa mist boltan of langt frá sér hérna. Engin rángstaða, þessi snerting þarna, en Jóhann pínu hikandi í úthlaupinu og Nikulás klárar þetta á 44. mínútu og staðan orðin 2-0 fyrir Kára og kannski frekar súrt fyrir gestina sem voru nú búin að vera að ná að ógna. Kemur langur bolti fram, Arnar Már sterkur í loftinu þarna, Nikulás tilbaka á Fylki, tilbaka á Sverri, hann á Bjarka, Bjarki síðan með sendingun út á Arnar Már, Nikulás með fínu snertingu þarna en Björn er ekki til boltans. Kristófer, enn eitt kloppinn hjá Kristófer. Bjarki hikar þarna aðeins í úthlaupinu. Já, Kristófer, einhver meistara kloppari. Þessi þriðji hjá honum í dag. Lewandowski nær að tekla þennan út af þeirra fyrri hálfleikur nánast liðinn. Sjálfsagt einhverju smávegis bætt við. Nikulás einn úti að hægra megin. Nikulás getur farið 1-1 hérna á Jón Ágúst sem hann að tækla þennan út af. Og hornspyrna hérna í uppbótartíma sem að Káramenn þá geta bætt við þriðja markinu. Sverrir Mar og Hafþór Pétursson báðir komnir inn á teig. Vilja fá sinn skerf hér. Fylkir setur hann inn á fjársvæðið og Hafþór Pétursson! Þetta var teiknað upp af æfingasvæðinu. Nú veit ég ekki, sá ég ekki hvort það var í mynd hlaupið sem hann tók. Þarna notaði þvöguna sem hindrun. Og Fylkir vissi alveg hvert hann var að senda boltan og þá flautað til hálfleiks. Og við skulum sjá þetta mark aftur. Snöggvast sjáum við þarna fer hann hlaupið utan á og hárréttum stað og sendingin frábær hjá Fylki. Já, Káramenn að náða aðeins að rífa þetta upp hérna undir lok hálfleiksins. Byrjuðu að komast yfir með marki Sigurjóns Loga Bergþórssonar á 8. mínútu eftir fínt upplaup hér. Björn Darri með sendinguna fyrir sem að berst á Elís Dóra sem að þurfti svo að fara út af meiddur og Sigurjón klárar þetta vel. Það var síðan Nikulás Ísar Bjarkason sem að skoraði annað markið hér rétt áðan á 43. mínútu, 44. fyrirgefiði og það var síðan á 45. í uppbótartíma sem að Hafþór Pétursson skoraði þetta mark og kom Káramönnum í 3-0 staðan þægileg og svona bendir allt til þess að það verði Kári sem mætir Árborg í annari umferð bikarkeppninnar þetta árið. En við ætlum að taka okkur smá hlé hérna líkt á aðrir og komum aftur með síðara hálfleikinn eftir það fyrir 15 mínútur, ekki fara langt.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir, Örn Arnarsson heilsar ykkur fyrir hönd ÍA-TV hérna úr Akraneshöll. Það er síðari hálfleikur framundan í leik Kára og Léttis. Staðan 3-0 í hálfleik og þá voru, frekar svona daufur fyrir hálfleikur að mörgu leyti. En það var hérna alveg undir blá lokin á hálfleiknum sem að Káramenn skoruðu 2 snögg mörk. Nikulás Ísar Bjarkason og Hafþór Pétursson sem að bættu við þessum 2 mörkum undir lokin, en ég var ekki var við neinar skiptingar. Mér sýnist þó að hafi orðið skipting hjá Léttismönnum. Inn á er komið leikmaður númer 7 Baltasar M. Vetholm Gunnarsson, sem og leikmaður númer 15 Kristján Daði Runolfsson. Nikulás kominn hérna inn á teginn, leggur hann út á Sigurjón og Sigurjón fer í skotið rétt yfir. Hann ætla að setja þennan bara í skeytin en gekk ekki, hitt ekki ramman. Og ágætis byrjun hérna á hálfleiknum. Og kemur langur bolti fram. Hafþór skallar hann út á Börk sem að næra halda honum inn á, en Baltasar, nei, það er Oliver sem að næra ánum boltanum, en Káramenn er engastið. Hafþór með langan fram. Marino sterkur þarna, er einnig líka að koma inn á leikmann númer 4 Gunnar Olgeir Harðarsson. Og þá er það Hafþór. Káramenn að sækja boltinn. Nikulás með skotið rétt framhjá og sjáum þetta aftur hérna. Sigurjón út á Nikulás, færi þröngt en skotið nokkuð gott. Káramenn að vinna boltan hátt á vellinu núna, koma miklu kraftmeiri inn í síðara hálfleikinn. Axel og Björn inn á Axel aftur, en á að tækla boltan á honum og endar í markspyrnu. Þá byrja Léttismenn. Kristófer sendinguna fram, hittir ekki á samherja. Björn tilbaka á Fylki. Miklu meiri ákveði í þessu núna heldur en í stóru hluta fyrirlagsins Fylkir. Axel aðeins tæpur þarna og
Þá innkast sem að Káramenn eiga. Börkur. Marino. Boltinn upp í loft og Ómar setur þetta út af. Börkur með innkast fyrir Kára. Flyttar hann aftur. Þetta innkast sem Káramenn eiga. Enn á ný. Lilla sending tilbaka hjá Berki á Bjarka. Bjarki á Hafþór. Bjarki fær hann aftur. Undir pressur og Sigurði Tómasi. Fylkir tilbaka á Hafþór. Sem að var orðið svolítið tilfærstur í liði léttismanna. Kristófer komið niður í vinstri bakvarðarstöðuna og Jón Ágúst yfir í hægri bakvarðarstöðuna. Örnólfur hefur farið af velli, sýnist mér, og Lewandowski einnig. Og spurning hver sá þriðji hefur verið. Jú, það var hinn fagurherði Ágúst Freyr sem að fór af velli sá þriðji. Þá koma Káramenn. Marino togaði niður og það gult spjald á loft. Og það Oliver Úlfar Helgason sem að fær fyrsta spjald léttismanna. Nikolás inn á tegin og Marino, hann ákveður að skilja hann eftir fyrir Björn, það gekk ekki alveg upp. Arnar Már tilbaka á Fylki, fær hann aftur. Skiptir yfir á Hafþór. Grunar að muni ef að Káramenn á að halda upp í tempóinu, að muni draga af gestunum. Þessi sending aðeins og snemma hjá Axel. Og Aron setur þennan upp í loft. Og þá lætur dómarinn boltan falla. Og þá var það Arnar Már yfir á Hafþór. Börkur fyrir á stað, Axel býður sér stutt, Axel nær að snúa hérna, finnur síðan Börk hérna fyrir inn á vörnina en ná að koma sér frá. Gunnar Olgeir vel með á nótunum hérna. Marino inn fyrir vörnina á Sigurjón sem var nú sennilega rángstæður hérna en boltinn endar hjá Jóhanni í markinu. Gunnar, langur bolti fram, Hafþór sterkur í loftinu eins og vanalega. Sigurjón nær ekki að taka hann almennilega niður, Fylkir fær boltan til sín, lyftur honum inn fyrir vörnina í áttina því allavega. Sigurjón, aðeins svo lengi að aðtefna sig þarna og Jón Ágúst kemur þessu frá. Ari Sverrir pressa stíft á hann hérna, Kristófer kemur núna utan á og boltinn inn á tegin. Hafþór ekki vandræði með að hreinsa þennan frá. Ari Baltasar tilbaka á Gunnar. Jón og Sigurður Tómas. Það Káramenn sem eiga innkastið. Spilamennskar hérna en Hafþór
tæklar hann fram völlinn og þetta alveg ágætis sending fyrir Marino að elta. En Aron fyrstur á boltan. Það ekki að koma að þessu samherja. Fylkir, hann í skotstöðu hér, fer í skotið en það framhjá. Léttismenn reyna að spila þessu út. Aron, sendingin frá honum ekki nákvæm fyrir aftan Kristján Daða og hann tókst að opna útidyrhurðina þarna sem er nú búin að vera læst í allan vetur og gaman að sjá hann að opna. Kannski þægileg útgönguleið. Arnar Már gerir þetta vel. Arnar Már upp í hornið á Nikulás. Nikulás nær hann að halda þessum vinna. Gerir hann eða hvað? Fínasta tækling hann á Kristoffer síðan. Og enn er Kristoffer að reyna að veiða eitthvað frá dómurunni. Þetta er ekki fyrsta skiptið í kvöld sem að hann er að láta sig falla með tilþrifum og reyna að veiða eitthvað. Fær gult spjald að launum. Skulum sjá þetta aftur ef við getum og hvort hann þetta hafi verið rétt. Sá nú ekki þetta var. Við sjáum þetta hérna Nikulás með boltan, kemur tæklingin og svo fer hann þetta í fætnar og Nikulás hann er að leika sér að eldinu hann að Kristoffer kannski bjargaði sig með að slá að létta strengi hann strax í kjölfarið. Það var alltaf skynsamlegt. Bjöttari út á Axel, fín móttaka í honum. Axel fer á stað, sendir hann inn fyrir og allt of fast fyrir Sigurjón. En Kristoffer hann var að fá annað gul og spjald Léttismanna. Marino setur hann tilbaka á Björn hann á Fylki Bergur á Axel setur hann aftur inn fyrir á Sigurjón. Það tókst að þessu sinni Sigurjón með boltan fyrir markið og fínt hlaup en á næstunginni á Marino en Jóhann er á undan í boltan. Langkast á Ara sem hann ekki að taka hann með sér. Tilbaka á Bjarka. Bjarki horfinn langt beint á Aron. Nikulás með fína pressu hérna. Sigurjón heyrðir hann upp síðan út á Axel. Axel fer í árásina, fer á hægri fótinn, fer í skotið en það dó aðeins á Jóni Ágústi hérna og Jóhann ekki vandræðum að verja þetta. Sigurjón tilbaka á Sverri. Mennu liggur náttúrulega ekkert á. Sverri á Nikulás tilbaka á Bjarka. Bjarki á Arnar Már og Arnar Már gerir þetta vel. Arnar Már með sendinguna upp í hornið, Bjöttari eldir og Kristoffer með fína tæklingu hana. Kemur kastið, Marino með smá flöppur í skónum. Vilgert hjá Ara. Ari síðan með sendinguna upp í vinstra hornið. Koma Léttismenn. Skot í Sverrimar. Kristján Daði
náði ekki að gera sér nógu góða matur þessu. Nikolás gerir þetta skemmtilega. Nikolás á Marino. Marino síðan upp í horni á Nikolás. Jóhann kemur út úr teiknum. Nú verður hann að passa sig. Nikolás komið fram hjá honum. Fullt af rauðum treyjum á teiknum. Hvað gerir Nikolás? Hann leikur á Jóhann. Leggur hann síðan yfir teiginn og þar Axel Freyr Ívarsson. Eftirleikurinn auðveldur fyrir hann. Frábærlega gert hjá Nikolási. Frábær innkoma hjá honum. Kom inn á sem varamaður fyrir Elís Dóra G. Gylfason. Hér í fyrri hálfleik. Og Nikolás byrjar þarna. Finnur Marino sem að setur hann upp í horni á Nikolás. Jóhann kemur út úr markinu, út úr teignum, nær ekki boltanum og nær honum ekki hér heldur. Nikolás gerir þetta allt frábærlega og Axel stýrir úr mínetið. Og áhugaverð byrjun hérna eftir miðjuna. Skot frá miðju en 30 mínútur eftir. Og staðan, já, þetta er bara leiklokið og var það svo sem í hálfleiknum. Og enn eitt árið fara Káramenn í aðra umferðinni í bikarnum. Bjarki á Fylki, nú koma léttismenn í smá pressu. Það er svona létta pressu, mætti segja. Börkur, langur bolti fram. Björn gerir þetta vel með Gunnar fyrirgefi. Baltasar missir boltan frá sér. Ekki á Fylki. Fylki með nógan tíma á Arnam á. Það er bara spurningin í rauninni hversu mörkin verða Káramegin. Kemur langur bolti fram. Björn eldir. En vel gert þarna á Gunnari. En pressan frá Marino, fín. Nikolás. Skemmtilega taktar í honum. Lyftur honum inn fyrir Marino. Marino nær ekki til boltans. Gunnar Olgeir. Þvældist fyrir honum hana. Spurning hvort að Marino er komin í 90 mínútna stand. Búin að vera óheppinn með meiðsli á sínum ferli og ekki löngu stiginn upp úr þeim síðustu. Enn eitt kloppinn hjá Kristoffer og hann fellur við. Þetta var fjórði, ekki að neitt sé að telja, en mér sýnist að Ómar Atli Sigursson að fara að velli hjá Létti og í hans stað kemur leikmaður númer 21 Mikael Jóhannesson, en Marino Hilmar er farinn af velli og í hans stað Hektor Bergmann Garðarsson kominn inn á. Bergmanns nafni ætti að gefa góða vísbendingu hverra manna hann er. Svo Skagamenn vita auðvitað er þetta sonur Garðars Bergmanns Gunnarssonar. Fæddur 2005. Ungast Hektor nakkur hann tilbaka. Börkur á Sigurjón, hann reynir að skilja hann eftir fyrir Axel og Axel nær ekki að halda þessum inn á þrátt fyrir ágætistilraun. Jón Ágúst kastar þessu fram á Ara, en Hafþór sterkari. Sigurjón finnur Hektor tekur hann vel niður. Björn Ara spáði að setja Nikolás í gegn þetta en hætti við. Arnar Már kemur langur bolti fram.
Gunnar tilbaka á Jóhann. Jóhann sem langan fram, Börkur skallar hann fram á Axel. Axel kominn inn fyrir Jón Ágúst þarna, en Jón Ágúst gerir þetta vel, setur hann út af. Fylkir lyftir honum inn á Fjær. Sigurjón í baráttunni, nær ekki að stýra þessa markið. Töluvert betri síðari hálfleikur hérna hjá Káramönnum. Ég held að Aron og Andri og Sveinbjörn geti verið bara nokkuð sáttir. Sýnist það á þeim líka, bera sig vel. Sigurjón tilbaka á Fylki fær hann aftur. Nú dreigið töluvert af gestunum. Sverrir missir boltan frá sér. Kristján með boltan yfir á Sigurð Tómas. Sigurður Tómas kominn í færi fyrir skotið, en Bjarki vel staðsettur í markinu. Og ég þarf að passa mig hvað ég segi hérna. Minna á sig, fínasti boltið þarna. Börkur kominn framalega í bakvarðarstöðinni, en skotið oflaust og Bjarki vel staðsettur, þannig að engin hætta. Komið svolítið síðan að Káramenn heldur hreinu. Það eflaust eitthvað markmið. Sendingin ónokkvæm frá Axeli þarna. Fylkir tilbaka á Sverrir Mar. Fylkir, Arnar Már. Kristján kominn inn á teginn. Arnar Már lokar á. Þetta tilbaka á Kristoffer. Fyrirgjöfin inn á Fjær, en Börkur ekki í vandræðum, finnur Axel með pláss núna til að hlaupa í hérna. Leggur á stað, Jón Ágúst í varnar. Nú bara að klára árásina, gerir það, en Jón sterkur, stígur hann út. Glettilega snöggur Jón Ágúst. Sigurður Tómas að halda þess inn á, kemur langur bolti fram, Hafþór skallar hann inn á við svæðið. Sverrir Mar heyrðir hann upp þar. Sverrir Mar reynir að lyfta honum hérna út á Nikulás, gengur ekki. Björn heyrðir hann upp. Fýtsnúningur á Byrni. Björn á Sigurjón. Hann ætlar að reyna að finna Hektor, hefnaðist aðeins. Sigurjón gefur sig ekki með það. Sigurjón að nálgast markið. Það missir hann aðeins svo langt frá sér. Langur bolti fram á Ara. Hafþór vel á verði þarna. Sigurður Tómas. Og þessi bolti upp í loft. Fínasta sending þarna, Kristján. Reynir sendinguna upp í hornið. Sverrir Mar les það vel og skilur honum og lætur hann fara aftur fyrir. Sáum við varamenn Kára hita upp. Meðal annars sáum við þar Fjalarrödd Sigurðsson fyrirgefiði.
sem að nýlega komin aftur til liðs við Kára. Uppalinn frábært skot hérna hjá Hektori Bergmann. En vel varið að Jóhanni. Það þurfum við að sjá aftur. Hún gerir vel hérna. Fær sendinguna frá Nikolási. Móttakan góð, snúningurinn góður. En góð staðsending á Jóhann í markinu. En Fjalar þessi á meðal annars 5 Pepsi-delta leiki með IA. Kemur Sigurjón inn á tegin. Jóhann í smá vandræðum þegar koma þessi frá. En það var alveg aftur til ásins, við þurfum að fara aftur til ásins 2012 til að finna það. Spilaði 5 leiki þar með IA. Fór síðan á Selfoss, spilaði svo með Kára. Kom reyndar á síðasta tímabili, spilaði 1 leik með þeim þá haustið. Spilaði meðal annars með Njarðvík. En komin aftur. Búinn að spila 1 leik með þeim í Lengjubikarnum á þessu ári. En á varamannabekknum Axel inn fyrir á Sigurjón. Sigurjón leggur hann út í tegin og Hektor aftur í færi. Setur hann framhjá. Já, hann kemur sér í færin. Þá skipting hjá Létti líklega eða hvað. Jón Ágúst lagstur að krampa hér. Nei, það ekki skipting strax. Það ekki stöðvaði leikurinn. Jón Ágúst búinn að hlaupa mikið. Það koma gestirnir. Kemur langur bolti fram. Hafþór fer inn í sendinguna. Og Axel. Axel tilbaka á Hafþór. Bjarki rennur við hérna. Finnur hins vegar Hektor sé með sendinguna inn fyrir. Það Björn Darri. Reynir að finna Sigurjón. Gengur ekki. Enn og aftur Jóhann út úr tegnum. Hektor gerir þetta vel. Frábærlega gert hjá Hektori. Frábær innkoma hjá honum. Nikolás tilbaka á Fylki. Axel. Jón að trufla. Fylkir skiptir út til hægri. Arnar Már mættur. Sjáum að færslunar orðnar hægari hjá gestunum. Arnar Már með slaka fyrirgjöf sem að endar aftur fyrir endamörk. Þreföld skipting í vændum hjá Káramönnum og einföld skipting hjá Létti. Fjalar að koma inn á. Haraldur Sturluson einnig. Það Axel Freyr sem að fer af velli. Einn að Hafþór Pétursson kemur af velli einnig. Og Arnar Már kemur af velli einnig. Og þá skipting hjá Létti. Kristoffer kemur af velli. Og já, þá eru 3 varamenn komnir inn á hjá Kára. Hafþór Pétursson fær hvíld. Haraldur Sturluson kominn inn á sem og Fjalar Örn Sigurðsson og Mikael Jóhannesson kemur inn á í vörnina.
fyrir Hafþór. Sverrir út til hægri á Fjalar. Fjalar reynir sendinguna fyrir markið, fer í varnarmann og í fangið á Jóhanni. Jóhann snöggur að koma þessu fram. Kristján tekur hann niður. Fínast á vörn þarna. Björn Darri fer í hægri bakvara stöðuna. Haraldur inn á miðuna og Mikael í vörnina. Fjalar út á hægri kant. Hektor kemur og sækir hann. Finnur Harald. Harald tilbaka á Sverri. Börkur á Harald. Fylki. Haraldur. Virðist vera að Fylki mögulega þrýstist aðeins framar. Kemur langur bolti fram. Björn Darri á fleygiferð. En Aron á undan og setur boltan út af. Korter eftir. Já, mér dauðlangar að segja hérna svona byrja að kynda undir smá fréttum en ekki fréttum. Það eru nýjungar framundan hjá okkur á IATV. Ég ætla ekki að segja mikið meira en það, en fljótlega eftir páska munið þurfa að fylgjast vel með okkur á samfélagsmiðlunum og fá að vita hvað það er sem við erum að fara að gera. Þetta er svona ákveðin taktík hjá mér að reyna að búa til smá eftirvæntingu, en ég get sagt ykkur að þetta er spennandi. Nikulás Ísar Bjarkason að bæta við 5. marki Káramanna. Og þetta er að verða frekar þægilegt fyrir Káramenn og að samaskapi erfitt fyrir Létti. Kemur upp úr innkasti hérna. Fjalar gerir þetta vel sterkur hérna. Setur hann út í teginn og Nikulás skorar sitt annað mark. Það er að koma í ljós þessi tveggja deildar munur sem að er á liðunum. Vilkjart hjá Sigurður Tómasi. Börkur vinnur tilbaka, gerir þetta löglega að mati dómarans. Haraldur á Fylki. Já, það er Arnar Freyr Hrólfsson kominn inn á fyrir Létti. Í fremstu viljinu kom inn á fyrir Jón Ágúst. Nei, það var ekki Jón Ágúst sem fór á velli, fyrirgefiði. Sennilega verið það var fyrir Kristófer alveg rétt. Kemur langur bolti fram, Sigurður Tómas eftir, kominn inn fyrir Börk, hann nær ekki að stýra þessu skot á markið. Og markspyrna dæmd. En Sigurður Tómas situr eftir. En minni aftur á næstu beinu útsendingu okkar. Meistaraflokkur kvenna tekur á móti Sindra hér á miðvikudaginn 5. apríl. Sá leikur hefst 17:45.
En annars getið þið fylgst með dagskráni hjá okkur inn á heimasíðun okkar iatv.is. Þar setjum við inn allar okkar útsendingar. Það getið bætið inn í dagatölun ykkar á ykkar snjalltækjum. Sigurjón á Nikulás. Nikulás setur hann í gegn á Fjalar. Fjalar nær ekki að taka með sér, hann er enda með boltan samt. Nær að snúa, setur hann út á Nikulás aftur. Hann út til hægri á Björn. Björn nær ekki að komast fram hjá Kristjáni þarna. Og léttismenn á að reka Kára-liðið frá og boltinn á endanum upp í loft. Þetta er ekki sjáður. Haraldur sett hann bara aftur fyrir endamörk. Kemur pressan. En kemur langur bolti fram. Eitt á Sverrir Mar. Sverrir á Harald. Hann út á Björn. Björn á Hektor. Hektor á Fylki. Fær hann aftur. Tilbaka á Mikael. Börkur. Nikulás inn fyrir á Sigurjón. Sigurjón Gunnar til varnar, gerir þetta frábærlega. Tímínútur eftir af venjulegum leiktíma hér þessum leik, löngu lokið þetta. Og Káramenn eiga þá útileik gegn Árborg í annar umferðinni. Nikulás að eltast við þrennuna. Sigurjón hóta skotinu, kominn inn á teiginn. Sigurjón setur hann fyrir markið og það er Aron sem setur hann aftur fyrir og hotspyrna. Káramenn skoruðu þriðja mark sitt úr hotspyrnu. Það var Hafþór Pétursson sem gerði það en hann er farin að velli. Spurning hvort að Sverrir Mar sem mættur er þarna inn á teig. Reynir að stimpla sig inn, kemur boltinn inn og fjær. Sigurjón með skallan en Jóhann ver þetta. En aftur var Haraldur sem átti þessa hotspyrnu. Hann og aftur er hann að finna skallamann. Nikulás gerir þetta vel. Nikulás að næla sér í gult spjald hér fyrir peysutók. Ekkert við þess að segja. Það eru fáar reglur eins skýrar í bókinni eins og þessi. Þetta var freklegt peysutók held ég eins og það heitir á fræðimálinu. Og sjáum þetta staðfest hér. Lyftir þessu fram á við. Gunnar gerir þetta vel, búinn að koma nokkuð sterkur inn í vörnina. Frábærlega spilað. Ari. Sigurður Tómas á fjörstöngin en Börkur les þetta vel. Og Sigurjón síðan setur hann út af. Ari fleitur þessu áfram. Sigurjón kemur með boltan út. Hektor er fyrir framan hann. Nær Sigurjón að tengja, nei, hann býður með það. Kemur Fjalar á flegi ferð.
Fjalar síðan lyftur þessu inn að markinu og þetta hefur sennilega verið skotreinlega ef Fjallari eða hvort þetta var fyrirgjöf eða hvort sem var, það var þetta ekki langt frá því að hitta ramman. Léttist menn eitthvað aðeins orðnir pirraðir, vildu fá guldspjald þarna fyrir þetta brot. Jón með skiptingun yfir Ari, skallan á Kristján. Kristján aftur á Ara, Fylkir í mættur, kemur á Björn. Léttist menn að sækja á mörgum mönnum þessa stundina. Svona að reyna að kasta fram einhverjum 5-6 mönnum. Ekki dæmt þarna Hektor í gegn á Sigurjón. Sigurjón tekur sér tíma, reynir að finna Fjalar, gengur ekki. Langur bolti fram, Sverrir tilbaka á Bjarka. Þetta er erfiður bolti svo sem fyrir hann. En Bjarki reddar þessu fínt. Sverrir á Fylki. Það er nógan tíma, nóg pláss núna á mörgum stöðum á vellinum fyrir Káramenn. Kemur sendingin í gegn, Fjalar á fleygiferð en hann er rangstæður. Tæft var það. Aron með langan bolta upp í vinstra hornið. Kristján er að halda þessum inn á. Við erum nokkuð vissum að eins og staðan er núna Káramenn, þjálfarateymi Káramanna myndu örugglega þiggja hreint mark. Þannig að þeir vilja ekki fara að leika inn marki hérna undir lokin. Mikael á Börku tilbaka. Börku er á Sigurjón, á Nikolás. Hektor og fína sendingu hérna yfir á Sverrir Mar. Sverrir lyftir honum upp í hægra hornið á Bjöttara. Björn reynir að komast fram hjá vörninni, það gengur ekki og þarna er Björn Darri að næla sér í guldspjald. Þetta sé ekki þriðja gulaspjaldið á Káramenn hér í kvöld. Björn Darri Ásmundsson langur bolti en aftur upp í vinstra hornið. Kristján kemst fram hjá Sverri en Sverrir nær honum bara og mátti ekki senda tilbaka á Bjarka en hann gerði það með viðkomu í Kristjáni. Nikolás nær að snúa. Fylkir út á Sverri. Nú séð að tíminn sem að til að mynda Fylkir er farin að fá hérna síðustu mínúturnar. Léttisliðið er orðið þreytt. Nikolás Fjalar döðlanga í skotið þarna, reynir sendinguna inn fyrir en þar vantaði eitthvað hlaup. Kristján Björn Darri stoppar hann. Kristján lyftir honum hérna inn fyrir en Börkur les það vel. Sigurjón er að snúa á Nikolás.
Nikulás með frábæra takta hérna fram hjá Jóni. Sendir hann inn á miðuna og Sigurjón missir hann frá sér og þeir ná boltanum á endanum á honum. Kemur löng skipting yfir Kristján, komin inn fyrir Sverri en fyrsta snertingin svíkur hann og Bjarki kemur þessu í spil mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Haldur út á Björn upp í hornið, Fjalar eldir. Fjalar nær ekki að komast fram hjá Aroni þarna, nær boltanum aftur og Haraldur, og það er aukaspyrna dæmd á Fjalar. Seint og síðan meir. Langur bolti fram á Sigur Tómas, nær að taka hann niður, gerir þetta skemmtilega. Kemur hann yfir á Mikael. Ég er nú búinn að fara ranglega með nafn Gísla Hvannars Ottesen hérna hjá Káramönnum. Fyrst afsökunar á því að það er engin uppbótartími. Dómaranum ekki litist á svona standi á mönnum. Ekkert að vera neitt að teygja þetta óþörfu. 5-0 sigur Káramanna staðreynd og já, maður leiksins að mínu mati Nikulás Ísar Bjarkason, en við skulum rifja upp mörkin. Fyrsta markið Sigurjón Logi Bergþórsson með það strax á 8. mínútu eftir fínt upplöp hægra megin og sendingin frá Elís Dóra sem að svo þurfti að fara meiddur á velli, en það er síðan Nikulás Ísar Bjarkason sem að skoraði annað markið. Sjáum það hér, kom eiginlega upp úr engu, heppina þessi þunga snerting hérna á undan, skemmt ekki fyrir honum færið. Síðan var það Hafþór Pétursson sem skoraði þriðja markið í uppbótartíma í fyrri hálfleik og þar með var í rauninni þessum leik lokið endanlega. Það var síðan Axel Freyr Ívarsson sem að skoraði eftir frábæran undirbúning Nikulásar. Gerir þetta virkilega vel og kom inn á sem varamaður fyrir Elís Dóra og já, ég held að ég þurfi ekkert að skammast mér fyrir að velja hann mann leiksins. Síðan er Fjalar Örn hér með fínan undirbúning fyrir síðara mark Nikulásar sem að klára þetta miklu öryggi. 5-0 sigur staðreynd og önnur umferðin býður. Þar er Árborg á útivelli, en Örn Arnarsson heiti ég og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina hér í kvöld. Ingimar Elvar Ágústsson sem stjórnaði útsendingunni gerði það virkilega vel af myndatakkan hjá Arnari Óðni Arnþórsssyni. Ég þakka honum kærlega fyrir hans störf og þangað til næst þá bið ég ykkur vel að lifa og hafið það sem allra best.